Fallega fólk, það aldeilis ekki á hverjum degi sem að maður getur tilkynnt að það stefni í frumsýningu. Sérstaklega ekki á þessum tíma núna. En það stefnir í frumsýningu. Það vika í hana. Og Marta Nordal fiðringur. Ertu spennt? Já, mjög mikil. Jesús minn. Þetta búið líka að vera svo skrítið ár eins og við veitum. Já. Þannig að maður alltaf núna aðalega á nálum við því einhver lendi sótkví í kastinu. Já, guð. Núna það snýst eiginlega það. Já. Ekki endilega svo mikið af því að nú reynda búið að afnema einsmetrarregluna, en það var ekki að flækjast fyrir okkur beinlínis. Ekki með æfingarnar? Nei. En fyrir því sem leikústjóra, það hlýtur það að vera... Já, auðvitað, þú veist, en svona í stóru myndinni þá eiginlega svona aðalmáli að missa fólk úr kastinu. Já. Þú veist, sem maður náttúrulega bara, þú veist, þá ertu eiginlega alveg. Þá ertu lens. Já, þá getur ekki gert, þú veist. Þannig að ég bara svona alveg bara vona til Guðs að við náum að halda öllum innanborðs þessa síðustu viku. Já. Og getum actually frumsýnt, annars verðum við að fresta aftur. Já, og það viljum við ekki. Nei, helst ekki. Ertu þá ekki bara með rosa stranga reglur? Bara, Vili, þú mátt ekki hitta neitt, það er bannað að fara á barinn og svo, þú veist, það bara unglingið fáið heimsend. Já, ég þyrfti kannski að vera svona ströng, ég það ekki. Nei. Þannig að, en í raun og veru þyrftu þau að vera svolítið í svona búblu, sko. En svo er það annað. Það þarf bara einn skilurðu, hitt eina manneskju og þú smittu. Þannig að þetta er svo erfitt að segja til þetta. Maður reynir bara að treysta á Guð og lukkuna, sko. Já, en og svo bara og brýna skynsemina. Ég meina þau hljóta öll að vera mjög meðvituð þetta. Þetta er síðasta vikan. Já. Það er allt að gerast, allt að smella. Hvernig gengur? Já, það bara gengur vel. Dásamlegt. Þetta er búið rosalega skemmtilegt ferli, ótrúlega skemmtilegur hópur. Og bara mikið skapað og sprúðlað. Já. Og það er náttúrulega það sem þetta snýst það er einhvern veginn að vera tengdu við sköpunarkraftinn og allir séu tengdu við sköpunarkraftinn og það sé svona gleði í því. Það finnst mér allavega, mér sko ferlið oft og það er alltaf svona ákveðin sorg fyrir leikstjóra. Þú veist að það er sýning, ekki sorg, það sé ekki rétt á það. Það er ákveðin svona tímamót þegar sýningin maður hleypur henni frá sér. Já. Og segir svona bless við leikhópinn og leikhópurinn tekur sýningunni í hendurnar á sér og bara tekur ábyrgð á sýningunni. Og af því þetta er búið að vera eins og núna, þetta er búið svo ótrúlega skemmtilegt ferli og bara svo frábær hópur og þú veist að þetta er maður svona, já, það er mikið rosa vænt sko leiðina. Já. Og það er ofta sem í svona sköpunarferli, það er ofta þessi leiðin að loka niðurstöðunni, hún er svo spennandi, þú þekkir þetta. Já, já. Þú veist, það er ekki, þú veist, það er það sem að gera svo ótrúlega skemmtilega hlutir og það sem að því að þetta snýst svo mikið ímyndunaraflið og það að allir eiga hlut í sýningunni, ekki bara, þú veist, sem leikar heldur líka sem höfundar. Algjörlega, líka bara að sjá það gera sem maður bara svona var búin að sjá fyrir sér og svo allt þetta sem kemur hana óvart og varða þarna. Já. Það er svo spennandi. Já. Sem að allir listamenninni koma og eiga input til og allt í bara spinningur eitthvað út. Já, þetta er svo magnað. Og maður getur ekki heldur eins og í svona sköpunarferli, þú veist, maður hefur einhver ákveðna hugmyndir auðvitað og sýna það sem maður vill gera. Já. En svo alltaf eitthvað hluti sem gerast á leiðin sem maður sér ekki fyrir. Og þetta tekur, það er svona eins og stundum sýningin hún bara fer svolítið sína leið og þú verður stundum að hlusta á verkið, hlusta á sýninguna, skilurðu? Já. Man langar að setja þessa hugmyndin og reyna að berjast fyrir henni og svo bara, sorry, hún passar ekki inn. Nei. Þú veist, maður sér líka stundum þegar að fólk hefur aðeins staðið og fast á sinni meiningu við sýningar og sett inn hluti að manni finnst nánast með skóhorni en eru samt ringlaga hlutur í ferkvöndugati. Nákvæmlega, af því þú veist, það fer einhvern veginn eftir því sem að ferli fyrir lengra, þá fara hlutinir að kalla á, sko, þetta passar ekki, þetta passar. Þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta er svo, þá fer maður í þetta, þú veist, þetta flæði og verður að vera í innsæinu og svona. Já. Þetta finnst mér svo ótrúlega skemmtilegt. Sem það er. Hvað þú ert búin að vera búsett hérna í hvað? Já, er ekki komin 4 ár? Já, fyrsta var kabarett. Já. Mér finnst reyndar þetta sem maður sé búin að vera ógeðslega lengi, en það er örugglega COVID sem búið að Já, það gæti hafa lengt aðeins í bara tilfinningunni. Sko. En það er samt líka þannig að þú veist, þetta er 4 ár, en 2 ár af þeim eru búin að vera svolítið litu á COVID. Já. Og þannig að manni finnst líka að maður sé ekki alveg búin með, þú veist, maður hafi ekki náð að gera það sem maður þurfti að gera. Skilurðu mig? Af því að maður var svo mikið að fresta og
aflýsa og fresta og skrítið, sko. Samt búin að vera býsna produktífur tími hjá Leikfélagi Akureyrar. Já, hann er búin að vera það. Hann er búin að vera svolítið svona stórhuga. Hann er búin að vera stórhuga, sko, dálítið djarfur. Já, hann er búin að, hann var mjög djarfur. Ég myndi segja að við erum búin að setja upp svona verk sem að sé svolítið mikil áhætta í, sko. Algjörlega. Og það er náttúrulega opaslega mikilvægt fyrst mér í listsköpun og í því að vera, leikússtjóri eða líka bara leikstjóri. Það er diska. Það er að taka áhættu. Já. Það er að vera kjarkaður. Skilur, það fer aldrei neitt á næsta stað nema út af kjarkinum, sko. Nei, maður þarf að ögra, pínu. Já, og líka bara stundum þarf maður að taka, þú veist, þessu, við hafa mjög svona, kannski mikið diska setjum, voru vakna til dæmis. Já, algjörlega. Svona risastór söngleikur og ekki þekktur. Nei. Skilur, og það er svona, og þú veist, þú tekur alltaf með svona áhættu, þá náttúrulega ertu að taka þá áhættu að þetta gæti farið á báða vegu. Já, og stundum heppna, stundum ekki, skilur. En maður verður svona að gera það. Það er svona eftir á, svo oft í svona, að maður áttar sig ekki alveg á því fyrir eftir á. Ég hef kannski átt að, rosalega var þetta djarft að mér gera þetta. Þú veist, þá er maður bara í ykkur svona, þú veist, og bara finnst þetta ekkert, finnst þetta engin diska, finnst þetta bara eðlilegt. Þetta bara gerir maður. Já, þannig að það er, við erum búin að vera svolítið svona stórhuga og ég er stolt af því að hafa unnið með mikið ungu fólki og gefið ungu fólki tækifæri og svona, og það hefur verið mjög skemmtilegt að sjá þau svona vaksa og blómstra. Nú er og nú er ýmislegt í deglunni, svona, maður lesur þjóðaróperu mögulega í Hofi, sem er mjög spennandi, sem við náttúrulega erum með frábæra symfóníuhljómsveitina og allar aðstæður. Já. Er þetta eitthvað sem þú sérð fyrir þér að geti verið að veruleika? Já, mér finnst þetta alveg rosalega spennandi. Ég held ef að, og bara það að ráðherra hafi gefið þetta út, að hún hafi áhuga þessu, að það finnst mér líka sýna hjá henni, talandi um disku. Já. Disk og stórhug og líka bara gagnvart í að vera ekki með allt í 101. Nákvæmlega. Sem er bara ekki gott fyrir neitt. Ekki eins og ekki Reykvíkingar. Ekki eins og 101 nefnilega. Ekki eins og 101, alls ekki. Þú veist, og líka bara að að það er tækifæri til að hugsa hlutina öðruvísi. Hugsa út fyrir kassan. Og í dag erum við ekki þannig að við erum bundin við einhverja, þú veist að nú er þjóðarópera byggjum stórt hús. Þú veist, við erum ekki þar. Nei. Þjóðarópera þarf að vera móbæl. Já, menn annars er hún ekki þjóðar. Nei, nákvæmlega. Og þú veist, það er náttúrulega hefur stundu verið þannig að þjóðar getur einskorað svolítið mikið höfuðborgarsvæði, en þarna er tækifæri til þess að einmitt að gera það ekki, en hún verði líka á höfuðborgarsvæðinu og ef að þú veist, eins og við erum með líka ákveð fyrirbæri, menningafélagið, sem er svona með svona reglíf yfir bæði symfóníunu og leikhús og sem er einstæmi á Íslandi. Algjörlega. Og þá er þetta svo rakið að þriðja sviðið yrði ópera sem væri með allt overhead á Akureyri, en væri samt, skilurðu, væri að sýna í Hörpu, væri að sýna hér, jafnvel með litlar sýningar landið, þú veist, þetta væri bara, og þetta myndi náttúrulega styrkja okkar svona fyrirbæri, menningarfélagsfyrirbæri, sem er svolítið, sem er óvenjulegt, skulum segja. Þú veist, þetta er ekki, og þetta er ekki alveg, og hefur gengið núna, er búin að ná einhverju svona stabiliteti. Þú veist, þetta var svona erfið fæðing og núna er þetta bara að sanna sig að núna höfum þessi leikhúsið og symfóni hafa verið að vinna mikið saman, sem réttlæti líka, þú veist, gerir, þú veist, okkar sérstöðu. En það er líka svo mikið dauðafæri, þetta er undir sama hatti, þetta er á sama stað og þá náttúrulega nýtum að þetta styrkir hvort annað svo mikið. Svo mikið, sko. Og að bæta óperunni við, þá er það einmitt bara þriðja hjóli, undir vagnin. Akkurat. Og líka að, núna er óperan, ég veit ekki alveg hvernig þið sætu fyrir sér öðruvísi, þannig að óperan náttúrulega er í Hörpu og það er ekki leiksvið. Nei. Og það er, þó þau séu búin að gera alveg stórkostlega sýningar, þá er náttúrulega, sámar það, þegar La Traviata kom hingað, að fá sýninguna á leiksvið. Hvað nýtur sín? Hvað nýtur sín? Að því að leikhús og ópera er svo nátengt. Já, algjörlega. Þannig að það væri svo gaman og þau gryfja þarna og svona, það er svo gaman að hún fái þetta plattform líka. Akkurat. Ætlar að taka þátt í þessu? Ætlar að vera með okkur áfram sem leikhússtjóri? Já, ég vona það, ég verð áfram. Dásamlegt. Það verður gaman. Við erum ekki að fara að missa þig í pólitíkin. Ég veit þú ert pólitísk þenkjandi, sko. Já, ég er nú ekki mjög pólitísk þenkjandi. Ekki?
Já, þú veist, höfum ég alveg er ekki skoðanir. allir svona nokkuð veginn pólitíski sem hafa áhuga á samfélaginu kringu sig og, Jú, auðvitað. en Auðvitað jú, kannski er ég pólitískt tengjandi einhver leiti, en ég er ekki að fara, nei, ég er ekki að fara í pólitík, nei, Nei. ég held ekki, hefur ekki verið en eftirspurt, það er engin komin að máli. nei, það er engin að, og skemmti því að ég fari hérna. Ég veit ekki, það er miklu meira gratifikerandi að gera það sem að þú ert að gera. Maður fær svona meira instant feedback og einhvern veginn gleði. Já, mér finnst allavega, sko, þetta er náttúrulega opaslega forréttindi að vera, þú veist, þetta er náttúrulega skemmtilegasta starf í heimi sem ég er í. Og mér finnst þetta ekki vera vinna, sko. Nei. Maður á ekki að segja þetta, en mér finnst þetta vera þannig. Ég bara og þetta er náttúrulega bara, þú veist, ef hamingjan einhvers staðar fyrir utan fjölskylduna og vinni, þá er það í þessu, þú veist, að vinna við það sem maður elskar, það er ekkert sem toppar þetta. Þetta er lífsgæði. Þetta er svo mikið lífsgæði og ég bara elska bara allt við þetta starf. Þannig að ég get ekki, sko, annað en bara notið þess í botn. En ég ber mikla virðingu fyrir stjórnmálamönnum að vera í þessu starfi því ég held að það sé ekki mjög þakklátt. Nei, guð almáttugur, eins og ég sagði einmitt því Ásthildur kom hérna, ég bara guð sé lofa til fólk eins og þú minnst að þetta er starf sem ég gæti ekki gert. Nei, þú veist, þú er svo mikið á milli tannan á fólki og svona, þannig að ég þakka bara fyrir takk fyrir því við erum að gera þetta. En þegar þú ert ekki í vinninni sem að þetta er svona vinna sem að alveg gegn tekur mann, það er bara þannig. En þegar þú ert ekki í vinnu, hvaða næringu farið annars staðar? Hvernig slakað þú á? Hvaða sakbitnu sælur á Marta? Já, ég meina, ég er bara svona, mér finnst rosalega gaman bara að vera heima hjá mér og gera ekkert mikið, sko. Já, ok. Og þú veist, eins og bara með fjölskyldunni og mér finnst gaman að hitta vini mína og ég er ekki svona þurftamikil manneskja. Nei. Og til dæmis það er náttúrulega eins og í COVID-inu að vera, þú veist, í sóttkví og svona, mér fannst það bara fínt. Ég var ekki að gera neitt, sko. Ég veist, það var ekki eins og ég væri að þrífa allt húsið eða lesa allar Íslandingasögurnar eða neitt, slíkt, skilur við. Nú er ekki farið í það, ok, loksins hef ég tíma til að gera akkur þetta. Nei, ég var bara, þú veist, prjónaði eitthvað og bara var eitthvað duttast. Já. Því að ég, þú veist, þarf ekki mikið fyrir mér að hafa. Þannig að Þú ert ekki svona high maintenance, það er bara svona... Nei, eða þú veist, einhver svona orkubolti sem það bara alltaf bara get ekki stoppa, nei, alls ekki. 3 súlur í dag. Já, nei, guð. Ég er bara frekar bara svona fara og þar lítið og er bara svona eitthvað að duttast heima og eitthvað, þannig að mér finnst það bara yndislegt. Mér finnst yndislegt bara að vera í slíku, þú veist, hitta vinkonu mínar og fá mig kaffi með þeim og þetta er bara svona líf, finnst mér bara frábært. Ég get alveg verið í þessum mjög lengi. Það er akkurat það. Ég tengi svo vel við lífið stundum velum manni þannig farveg að það er brjálað að gera alltaf sem er ótrúlega skrítið eins og svona í eðli mínu er ég mjög latur maður. Já, ég líka. Svo svolítið. Ég get helst sofið mjög mikið, mér finnst það mjög gott. Og ég er bara svona svoleiðs týpa. Og en mér finnst gaman að fara svona, ef ég er eitthvað svona áhuga, mér finnst gaman að fara á skíði. Með fjölskyldunni og við höfum farið svona skíðaferðir og mér finnst það skemmtilegt og er eitthvað svona myndast í það að fara á gönguskíði og eitthvað að reyna það og svona, og það gefið mér mikið svona útivist og hreyfing en ég er ekki og svo er líka, þú veist, ég hef rosalega áhuga ég hef reyndar áhuga náttúrulega á samfélagsmálum, ég skal gaman að fylgjast með svona umræðum og af einhverja skoðanir og rífast það við einhvern en svo finnst mér líka bara rosalega gaman, sko, ég veit að þú tengir alveg örugglega við þetta. Þú veist, ég hef náttúrulega bara leikhúsið rosa mikið, þetta er rosa nördalegt, sko. Þú veist, og mér finnst rosalega gaman, ég fara bara, þú veist, ef ég fyrir til útlanda, fyrir utan skíðaferðir, finnst mér skemmtilegast að fyrir á leikhúsferðir og vera bara alltaf í leikhúsinu, horfa bara á leikhúsið, helst allan daginn, þú veist, öll kvöld, þá er ég rosalega hamingjusöm, skilur, þannig að ég, þú veist, að fara í leikhús finnst mér bara, þú veist, æðislegt og þetta er svolítið svona basic, ég er mjög basic. Þú ert mjög basic. Já, ég er mjög basic. Bara ditto. Að lokum, eitthvað helgina, bara að safna kröftum fyrir síðustu sprettin. Já, nú er maður bara í svona eins og alltaf er í svona þessa síðustu metra, allavega hjá mér, að maður er alltaf í svona sífelldri, maður fyrir svona, er þetta ekki bara eitthvað vitleysa? Hvað var ég að gera það? Nei, nú þegar ég endur sko, þau fyrir mér í rosa þetta, gagnrýna sjálfan sig og efast. Þannig ég fyrir örugglega í það núna að fer í leggsti svona upp í rúm, ég minnst mjög gott að leggja svona kvöldin og þá get ég náttúrulega ekki sofna.
En þá fer ég gegnum allt verki bara svona 100 sinnum og er bara svona að fá hugmyndir og stundum fæ ég rosalega hugmyndir því ég er að sofna. Já. Þú veist, og mér finnst best bara, þú veist, að fara, stundum fæ ég hugmyndir bara því ég fara eitthvað að labba og í ykkur svona út í loftið og svo stundum bara er ég að liggja og bara hugsa og allt í henni bara kemur hugmyndin. Júríka. Ha? Júríka. Já. Herðu, dásamlegt. Hjartans þakki fyrir komuna, Marta. Já, takk fyrir að fá mig. Og poi eftir viku. Takk fyrir. Fallega fólk, við breiðum okkur aðeins afsíðis og sjáum svo að vera með spori.